Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan. Og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga. Og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptar skoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðjuvilluna til að ræða hvalveiðar og fleira. Hún heitir Rósa Líf Darradóttir og læknir. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig? Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau. Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þráttur að við skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varðandi meðferð þeirra og heldur þau hafi sál? Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vanmetið greind annarra dýra og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr finna til, eru með sársaukaskinn. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt og loksins urðum við sammála þetta, þannig að það mjög stutt síðan. Þannig að ég held að já, við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar og vonandi fer okkur aðeins fram í þessu. En sem læknir þetta mér í huga, þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn en til dæmis ég. Hafa fiskar sársaukaskinn? Já. Þeir hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskynni. Bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sér hratt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði að eiga sér stað. Þetta bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr búa yfir þessum eiginleika að skynja sársauka. Og þar kemur hið siðferðislega til sögunar. Ok, svona áður fyrir lengra. Þú ert að berjast fyrir hagsmunum hvala, refa, sela, áfram mætti telja. En við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmuni. Ertu ekki að kalla yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til dæmis núna vegna hvalveiðanna? Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar maður viðrar skoðanir sínar og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að, hvað maður segja, ráðast á gagnrýna. Menn sem eiga pening, já. Menn sem eiga fjölmiðla, menn sem eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa. Einmitt, það var bara góð tengslinn í stjórnmál og jafnvel styðja stjórnmálaflokka, þannig að Hversuna tekur hann að slag? Hversuna nennur því? Ég spyr mig oft sjálfa að þessu. Þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag. Og búin að fá yfir hellingaskít. Já. Það
vegna þess að ég get ekki legið á þessu. Nei. Þannig frekar, mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum. Já, þér finnst þú ekki að hafa val. Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég ger ekkert gagn þá kýs ég samt að vilja reyna. Já. Mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að vera ágengur í aðhalds- og eftirlitslutverkinu. Það ekkert vitið í. Nei. En samt eru nokkri sem gera það sinna því. Já, það nákvæmlega sýnir þetta aðhald. Það ekkert grín. Það ekkert grín. Nei. En kom okkur þá að miðju þessa viðtals. Förum í miðju villuna. Í hverju felst hún, segirðu? Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremju minni á mannkyni. Þetta þitt hugtak. Ég held það, já. Ég hef allan ekki heyrt hann einstar annstaðar en þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns eða mannfólks að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlindajarðar og til lífs annarra vera. Og það ekki trúarbröðunum okkar beinleinis? Meira og minna. Jú, við skrifum þetta inn í lög, við skrifum þetta í trú, við algjörlega. Og það bara þetta, þegar við getum það, þegar við megum það, þegar við höfum börðina til þess. Og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar. Og við erum ofboðslega gjörn á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmuni sko í þá okkar. Og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvært verða. Við skákum í skjóla við séum drottnari alheimsins. Já. Og við getum gert hvað sem einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menn að við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta. Það mannmiðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúist um hann. Já, og þetta vísar náttúrulega til þess að við heldum að við værum miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta að vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram. Já. Nú held ég kannski að einhverjir sem að hlusta á þig, þeir hugsi já, við vitum til dæmis hvernig við komum fram í loftslagsmálum á eftir að flengja okkur áður en yfir líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona, en samt ekki nógu gott. Það svona dæmi skaðlega hegðun mannsins sem hann einhvern veginn fer fram með ætti að vita betur, en mér dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko, en selurinn, hvalurinn ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því. Hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumt af því sem að þú vilt vernda sitji við annað borð heldur en annað? Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins. Við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin. En upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á laggirnar eitthvað sem kallaðist hringormanefndin. Þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veiddan sel. Þannig að fólk fór og kepptist það að veiða einsmarkaseli og þau komust í. Og hver kópur var hann líka talin sem? Já. Og barnadráp mikið það? Já, þetta var svakalegt og þetta sem sagt olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista
metin í útrýmingahættu. Stofnin hefur minnkað 80% frá 1980. Og þetta var þessi hugmyndum að það væri einhvern veginn selinum að kenna að það væri hringormasýkingar í nytjafiski. Og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur. Hringormasýkingar í nytjafiski minnkuðu ekki neitt. En var hreinu villigötum allan tíma. Já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmyndu okkar. Og hvað hvalina varðar, þá erum við oft, ég ennþá bara svo ofta að hugsa af hverju erum við að þessu, hvers vegna erum við ennþá að leyfi þetta, er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að sé fólk að núti, allt og mikið af fólki að núti sem heldur að við séum að veiða þessa hvali að þeir eru að éta allan fiskinn frá okkur. Það er þetta sem ég heyri oft og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það er svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreifurinn étur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjávarfiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trúum það að við séum að vernda fiskistofnana með því að drepa þessa hvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að jafna kolefni í tonnatali og bara gera viðhalda heilbrigði sjávarlífsins með lífsferli sínu. Þannig að og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera. Við erum að stunda ofveiði. Við erum að losa kolefni í allt of miklu magni. Við erum að menga hafið með plasti í bara á hryllum skaða. Þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað. Jafnvel, eins og tala heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við hvalina. Mér finnst það bara algjörlega galið. Ég veit ekki, þannig að þess vegna fóru hvalinir inn í þessa grein líka. Ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversuna við erum að þessu 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferð dýra, þjóna engum tilgangi, skila engum fjármunum, þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhugamáli sinu uppi sem er að drepa hvali. Þannig að þú ert í rauninni að fjalla tvennt. Þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálæðislegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinn á okkur. Það er annað og hitt er svo ómannúðlegt dráp, ómannúðlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendýr. Já, nákvæmlega. Og það er þetta, ég myndist að ná úlfana í Yellowstone. Þetta er til dæmis sem er mjög svona gott dæmi þetta. Í greininni sem að vel að merkja hægt er nálgast á Vísi. Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem var að veiða búfé frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur. Já. Og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur, mannin. Já. En áttum okkur ekki á því að rándýr, þau spila lykil hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvægið og þarna rákum við okkur á það við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út lykil rándýr. Það kemur fyrir að tófa. Ég er úr sveit, ég er bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé, drepa lömb. Einstaka sinnum fullorðna kindur, það er sjaldgæfara.
í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsíðufrétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og þetta sé alveg gríðalegur skaði sem að fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður. Minkurinn ógeðslegt kvikindi. Það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að ég hef séð hann ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa til að drepa tíman skilur hvað ég á já. En tófan allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur verið lögð í að drepa tófa? Hún á engan veginn rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það. Ef við skoðum þessi mál og varðandi veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska tófan að valda. Tilkynningar þessa tjón af völdum refs, þær þekkjast varla og sérstaklega síðustu 20 ára eftir að kindur fór að bera inni. Þetta varla þetta þekkist varla. Hárveitjaður, þetta var miklu algengar á það fyrir. Já. Og þetta við erum að veiða 7.000 dýr árlega. Já. Þegar stofnin metin 4.700. 7.000, ertu þá bæði að taka hvolpa og fullorðin dýr? Já. Og stofnin hefur núna minnkað 40% og við erum eitt landa sem erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum. Þykja bara ekki forsónleg meðferð á dýrum að finna greni með hvolpum og bíða þar og taka það út einn hver af öðrum. Jafn glatað eins og ryðgaður skutull í langri veðar. Já. Og þetta með þessa hugmynd okkar að hafa okkur svona gagvart dýri sem að var hér á undan okkur. Þetta hinn upprunalegi landnemi. Þetta Íslendingurinn, refurinn. Og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í milljónir ára. Og við 10.000 ára, ég held að refurinn hafa verið hér. Og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja já hvað með fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis, búsvæði fugla. Þannig að þetta algjör og svo erum við að eyða fullt af pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata. En svo verðum við að tala eins minkinn líka því að þú myndist á hann. Og í þessu samhengi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óarkadýr. Þetta blóðþyrsta skrimsli sem að Íslendingar hata. Við hötum þetta dýr. Ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli, það við sem að fluttum inn dýrið. Upp á 1930 með hugmyndir að búa til pening. Þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks. Líffræðingar, náttúrufræðingar þetta svakalega flinkt rándýr, ekki flytja inn. Þetta getur skaðað vistkerfið og við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur, hann lifir ekki af íslenska vetur, ekki séns. 2 árum seinna bara komin svaka fýtt stopp sem að mink sem að slapp frá þessum búum. Þannig að hann ber ekki ábyrgð á veru sinni hér, þar við og við berum ábyrgð á því að leyfa það ennþá að fjölda framleiða hann inn í einhverjum lokuðum búum þar sem hann ítrekkað sleppur. Og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgðina á því að framleiða dýrið hér. Og svo getum við skoðað líka aðeins betur af því að það er oft talað að það sé merki grimmd minksins að hann á það til að drepa umfram þarfisnar. Væga sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í Mjósveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda
og bara eyðileggur allt Já. á hálftíma sko. Já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri alla ævi sem að líður svo illa í þessu búri að það byrjar að éta sjálfan sig naga sjálfan sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við, mannfólkið við erum að henda 20 milljörðum landdýra í ruslið af því sem við framleiðum. Við drepum 80 milljarða af landdýrum árlega. Við hendum 20 milljörðum af þessu. 4 af hverjum 10 fiskum sem veitir eru rendi í ruslinu. Þú veist, hver það sem er grimmur í þessu? Við erum alltaf að tala um þessi svo grimmur og þessi, við horfum aldrei á sko skaðan sem að við erum að valda. Við erum algjörlega úr takti við það sem að við erum að gera. Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhaldsdýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefða sér margfalt verð heldur en minkurinn nokkur sinni. Já, og að því að við, Homo sapiens, hinn vitiborni maður, við erum gætt þeim hæfileikum að átt okkur á afleiðingum og afleiðingum gjörða okkar. Dýr sem að stýrist bara af náttúru sinni og eðli til að lifa af í villtri náttúru þú veist, mér finnst það bara ekki að vera grimmt, mér finnst það að vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram og við erum að kosta allir þessi dýra, alla þessa þjáningu veist, það er grimmt það er alveg grimmt, þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr önnur en mannin og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem er alltaf verst já, og við ættum að beina þessari reiði okkar sem að er svo sko áþreifanleg gagnvart mingnum, við ættum að beina þessar reiði til þeirra sem bera ábyrgð á því að hann sé hér og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að hann sé svona mikið í íslenski náttúru er að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýraræktina því að það er að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna og þetta er náttúrulega ágengt tegund, hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn er að dýrið sjálft ber ekki ábyrgð á því, það eru við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrgðin er okkar í þessu máli. Ég og landbúnaður og viðmannarsamfélaginu ég er svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem er gott en þetta er líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæ við tjörn og svo gefa þær mávinum brauð sem er ránfugl og ræðst á næsta unga og drepur hann og slítur á hann hausinn sko. Þannig að þetta er mjög random líka það er oft ekki sko nein skynsemi, það er engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra og hvernig þau hegða sér og sennilega tengist þetta nú að miklu leyti nytjastefnu ekki satt maður skildur nú ætla það eða hugmyndum okkar nyt kannski erum við á villigötu hvað var þar alls konar hugmyndir nytjar en sko refurinn hvað til dæmis höfum við varið miklum peningum í að halda refn niðri? Já, ég var nú á málþingi í síðustu viku, eða hvað, fyrstu vikun í júní, sem sagt íslenska refin, þar sem að þetta var rætt svolítið. Og þar var talað ansi stórar fjárhæðir, þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar hafi farið í það að halda sem sagt, þessum veiðum uppi frá því að refurinn var friðaður 94 þannig að það er ekkert og þetta er svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr þá má samt mjög oft veiða þau
Þannig þau eru eins og landselurinn sem á að vera alfriðaður. Þú ert bara að sækja hérna, ef þú átt land og það er selur á þessu landi, þá sækjur upp samt bara undan þá og færð leyfi til þess að veiða. Hvað eru margar refaskyttur á landinu, veistu það? Ég veit það nú ekki. Þarf maður að vera bóndi sjálfur eða þarf maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda kindur og... Til þess að fá greitt, þá þarftu að sýna fram á, sem sagt að bara þarftu að sýna. Það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko. Hátt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú er farið að markaðsetja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn. Það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr. Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leyfa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum. Já. En hafa það nokkuð orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað? Þetta er byrjað að einhverju. Er þetta byrjað? Já, það sem ég heyrði á þessum málþingi, það er við þurfum meira þess að refaskyttur sem að nefndu þetta og eru kannski ekkit allt og hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko. Nei. Það er ekkit, ég held að það sé ekkit allir mjög til í þetta. Já, ég held að það sé mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverjar svona hugmyndir, sko. Það eru margt að hugsa, Rósa Líf Darradóttir læknir sem lætur þig líf málleysingjana varða. Erum við að komast á leiðarenda í bili hér í þessu spjalli? Eins og ég segi, það er hugveikjandi að heyra í þér eða er eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn? Sko, ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendýrum hérna á landinu. Þetta er mjög dýrmætur og lítill hópur. Lífmassi villtra spendýra telur 4% af öllum lífmassa plánetunnar. Okay. Restin eru við og dýrin sem að við höfum hneppt í ánauð, dýrin sem að við erum að nýta okkur. Þannig að selirnir og hvalirnir og refirnir, þeir tilheyra þessum opasla dýrmæta hópi. Þannig að við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp. Og minnkar þessi hópur frá ári til árs? Já. Ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs, en hann minnkar mjög hratt og það er af mannavöldum. Við erum að eyðileggja búsvæði, við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagvart lífi hér á jörð, sko. Ert þú sjálf vegan? Já. Ég er vegan. Ég neyti ekki dýraafurða. Það er bara ákvörðun sem að ég tók eftir að hafa fræðst matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr. Og allstaðar þar sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum, það er mikil þjáning. Þannig að ég hef alltaf hugan, ég er bara meðvituð mína neyslu og þá sérstaklega, sko, hvað varðar þjáningu dýra. Og þannig að ég reyna að vanda mig. Það er sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum próteinið úr dýraríkinu. Við þurfum prótein, en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum. Það er bara, við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu. Þetta má allt finna í blönduríkinu. Miklu hotlara fyrir okkur, miklu betra fyrir jörðina. Notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli. Svo er það náttúrulega sýklalyfjaónæmið þar sem við erum að leika okkur að eldi, að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum, skítugum rýmum, illa loftuðum rýmum, það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira að eiga sér stað. Og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heims faraldrar, það má rekja þá til
þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði. Þannig að ég alveg först á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni. Það er lykill að gera betur ef við ætlum bara, ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því. Þannig að sko 80% af sýklalyfjum þau fara í matarleiðnað. Það er þannig? Já. Það er bara, megnið af þessu fer þangað. Og sem sagt beint samhengi á milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfja. Já, þetta er alltaf samspil margra þáttan, já, ofnotkun sýklalyfja. Þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum, þá er alltaf sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi mikli þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þess að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tímann þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem að er verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel hlaupið, sko. Og það er hluti af mannmiðju villunni? Algjörlega. Það er þetta, bara því að við viljum kjöt, okkur finnst kjöt gott, að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og loka þau inn í skemmum ævilangt, fá aldrei að sjá sólina eða anda sér fersku lofti. Og já. Þannig að þetta er algjörlega hluti af þessari mannmiðju villu að halda að við eigum og megum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala um að við séum hinn vitiborni maður við greindin og skilgreind sem hæfileiki til þess að aðlaga sig eða lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel. Nei. Þannig að ég held að sé alveg komið tími til að við svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skutulinn eða stilla upp gildrunni, sko. Einbætt okkur hvað getum við gert betur? Við getum gert svo miklu betur. Já, við erum skamsýn og nautheimsk. Já, við erum svolítið vitlaus. Og dálítið brútal. Já, við erum grimm og við erum vitlaus. Ég væri til í að fá þig oftar við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýklaónami líka. Já. Það væri gaman að fá þig eftir sumarfrí og hér á Rauðaborðinu og ræða það í kann maður segja, kannski stærri hópi. Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslandingu. Við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér. Hluti heimskunar. Já, og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum, sko, því að við komum alltaf rosalega vel út, sko, í notkun sýklalyfja, sérstaklega í landbúnaði. En það er enginn að skoða þetta nánar. Það er alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt. En það er vegna þess að það er skoðað þarna lífmassi framleiddra dýra í landbúnaði. Og inn í þessa tölu fer eldisfiskur. Og í fiskeldi eru ekki notuð sýklalyf. Það eru notuð lúsalyf og alls konar öðruvísi viðbjóður, en sýklalyf eru ekki notuð. Og fyrir Ísland þá telur lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40%, þannig lækkum við okkar meðaltal mjög
svo duglega. Þannig að, og svo sá ég mitt að gera, svo svínabændur kannski að státa sig á því að nota svona lítið að sýklum. En það væri mjög áhugavert að sjá, sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það fyrir hverja tegund. Þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklalyf við bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafi bara ekki verið skráð. Þú veist, þannig að það er eitthvað alveg klárlega sem við getum skoðað, hérna, það er þessi sýklalyfjanotkun í landbúnaði. Fá lömbin þá lyfin vegna þess að bóndinn hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða er þetta bara regla hjá mörgum? Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skyni gegn einhverju sem hann kallast slefsýki eða eitthvað svoleiðis og þetta er kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var jafnvel ekkert átt að sjá því að þetta væri sýklalyf. Ég man eftir þessu í gamla daga, sko. Þetta er sett í svona plast hérna sprautu svo bara íti maður þetta eru svona breiðverk sýklalyf þannig að það er svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að til ykkur trúum að hér sé rosalega vel gert sko, og ég minnist þess sérstaklega þegar það kom grein hérna í Bændablaðinu hræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sláturhúsum erlendis þegar er verið að aflífa svín og þá var hérna og þetta, og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðreynd að svona gerum við þetta, sko, það er megnið af svínum sem slátur á Íslandi fer í gegnum gasklefa, þannig að þetta er allt of mikið, við viljum allt of mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel án þess að umverulega eiga einhver einistæði fyrir því, sko. Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum. Já. Og við þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni vitiborinni samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara. Já, ég held að sé hérna ég er að hugsa margt á grunni þess sem þú hefur sagt. Ég hef samband við þig þegar ég kemur úr sumarfrí. Við skulum endilega halda áfram að við bara spjöllum saman. Fjallum þetta. Hvar ertu læknir? Ég er á Landspítalanum, sýkla- og veirufræðideild. Já, þannig að þitt sérsvið? Já, svona áhuga mál allavega, getum sagt það. Trúverðuleiki viðmælanda er góður. Ég vona það. Þessum efnum. Kæra þakki fyrir komuna. Takk, kærlega. Og hérna sjáum síðar. Gerum það. Ekki vera langt, kæru hlustundur, nýtt efni eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.